Höfnin á Húsavík og athafnasvæðið við höfnina kemur til með að taka miklum breytingum í tengslum við uppbyggingu kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka, þannig að stór skip geti flutt efni til og frá verksmiðjunni, auk þess sem hafnsækin starfsemi þarfnast aukins landrýmis. Ýmis starfsemi kemur til með að aukast til muna við höfnina þegar verksmiðjan tekur til starfa, en áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdirnar við Húsavíkurhöfn er áætlaður 3 milljarðar króna. Það sem svona kannski helst hérna varandi hafnasvæðið þá, og kannski snýr að okkur hér, þá hérna það náttúrulega göngin hérna sem eiga að fara frá hafnasvæðinu, frá Bökkufyllingunni og upp út í Bakka, út á Bakkasvæðið. Þar munum við geta nýtt allt hérna allt malanám úr þeim göngum, allan kjarna sem kemur þar úr, og við munum nýta það, þannig að það bara fellur ekkert annað til. Það verður nýtt hérna í landfyllingar, bæði hérna í norðurhöfninni og hérna á suðurkantinum, hérna sunnan við okkur. Einnig verið að fylla núna bara skeringin úr við hérna gangna munan, hún hefur verið keyrð hérna undir norðlenska hérna sunnan við okkur til þess að tryggja bakkann þar vegna bara sjógangs. En svo þetta náttúrulega lenging á Bökkugarðinum á viðlegukanti og dýpkanir eru þegar hafnar, þannig að þeir eru byrjuði hér fyrir áramót, stuttu fyrir áramót að dýpka, og svo lenging á viðlegukanti í beinu framhaldi. Bökkugarðurinn sem að verður lengdur, hversu mikið lengist hann? Hann lengist liðlega 90 metra. Þannig að þetta verður ágætis viðlegukantur. En dýpkanir og annað þvílíkt mikið það? Já, það í rauninni bara til þess að bara tryggja öryggi þessar skipa hérna, og þá er að dýpka innsiglinguna, það er verið að dýpka hérna við norðurkantin aðeins, þannig að upp á hérna þær samgöngur sem eru þegar hafnar við Norðurgarðinn. Samskip hefur þegar hafið áætlunarferðir. Og svo bara verið að taka þá hérna úr innsiglingunni til að tryggja meiri dýpi og snúningssvæði fyrir þessi stóru skip. En allt þetta efni sem að kemur úr göngunum sem að þið notið, verður þá til hér nýtt svæði, nýtt landsvæði? Já, við fáum hérna bara gríðarlega stór svæði sem við getum nýtt bara til uppbyggingar á hérna alls konar byggingum og þjónustu. Eru þið eitthvað farin að leggja grunn að því hvers konar starfsemi kemur þar? Verður það þá hafnsækin starfsemi? Já, við náttúrulega vonum að það verði meiri styrking allavega á þessum fyllingum, þar sem að þetta er nærri höfninni, að við fáum kannski meiri styrkingu á útflutning og hafnsækna starfsemi, og þetta verður bara til að styrkja þau fyrirtæki sem eru þegar á svæðinu og þau sjáu sóknarfæri í beinu framhaldi að byggja upp. Eru það að fá símtöl með reglulegu millibili? Já, menn eru farin að sýna þessu mikinn áhuga og fyrirtæki og einstaklingar farin að spyrjast fyrir hvað sé í vændum og við hverju þeir megi búast í uppbyggingu á þessum lóðum, og það er bara gaman að því, fá loksins einhver umsvif og áhuga á þessu. En framkvæmdir eru sem sagt þegar hafnar eða langt á veg komnar, búið að bjóða allt saman út og svo framvegis? Já, það er að megnu til að komið í útboðsferli og flest af þessu komið í gegnum það ferli og við verðum að semja við verktaka. Allur pakkinn, ef við setjum þetta í umbúðir, hvað kostar pakkinn? Já, það er náttúrulega fyrir utan Bakkasvæðin, það sem snýr hérna höfninni var þetta áætluð einhvers staðar rétt undir 3 milljörðum. Jarðgöngin sem að tengja þá saman höfnina og Bakka, hversu löng verða þau? Það er kílómetr, held ég að séu. Þannig að það er töluvert af grjóti og efni sem að þið fáið úr göngunum, 1 kílómetr? Já, það er talsvert af fyllingu, en bara þetta nýtist alveg hjá okkur, þannig að við getum þess vegna grafið meira til að fá meira fyllingu. Og þegar kísilmálmverksmiðja PCC á Bakka hefur tekið til starfa, verða stórflutningaskip áberandi á Húsavík. Ég veit ekki hvort það sé alveg niðurnjörvað hjá PCC, hvers konar skip þeir munu nýta eða nota,
hversu stór þau verða en ég held að þetta verði svona einhvers staðar kringu 30.000 tonna skip. 30.000 tonna skip, þau eru hvað, 150-200 metra löng? Já, eitthvað svoleiðis. Það bil. En sem sagt, hérna á ég bara næstu misserum, þá verður hér mikil breyting. Já, hér verður gríðarleg breyting og mikil umsvif og uppbygging. Þannig að vonandi bara náum að nýta þetta sem best og fá aukningu hérna í samfélagi og fjölgun. Hvað segja bæjarbúar svona? Eru þeir að fylgjast með þessu og spyrja? Já, bæjarbúar eru mjög áhugasamir og bara mjög góð samstaða með bæjarbúa þessi verkefni. Ég held að svona flestir eru gríðarlega jákvæðir gagnvart þessu. Og auðvitað eru óttast menn einhverjir svona hvers samfélagslega breytingar verða. En ég held að svona með áætlanir að þá sé svona kannski heildaraukningin ekkert það gríðarlega mikil og miðað við bara sko hvernig þróunin var hér áður fyrir og þau fyrirtæki sem voru hér áður fyrir ef þau hefðu fengið að vaxa og dafna þá hefði þetta kannski ekkert munað miklu í uppbyggingu þannig lagað séð. En þið tryggið samt sem áður að hvalaskoðunarfyrirtækin þau verði hér áfram með góða aðstöðu? Já, menn horfa á þetta verkefni þannig að þetta verði svona til styrkingar fyrir þau fyrirtæki sem þegar eru á svæðinu og þau geti áfram vaxið og dafnað og það ekki verið að sem sagt, girða fyrir önnur fyrirtæki eða þau fyrirtæki sem eru hér að geta það. Þetta snýst að fá svona bara samfelldan vaxtarbrot og svona stuðning við samfélagið. En bara það að hér verður til nýtt landsvæði, það skapar mikla möguleika væntanlega. Það skapar gríðarlega möguleika. Hafnarsvæðið er ekki mjög stórt nú þegar, þannig að þessar fyllingar sem eru fyrirhugaðar núna munu gefa okkur gríðarlega tækifæri til þess að byggja frekar upp hér á svæðinu og getum þá boðið stórum öflugum fyrirtækjum að koma.